Næsta skref að taka svona 2 balsaplötur sem eru 1,5 mm á þykkt og líma þær hérna ofan á miðjuna. Það er eitt sem að mælir örlítið gegn þessu að líma 2 aðskildar balsaplötur saman, og það er að ef maður ætlar að reyna að ná samskeytinu rétt, eða sléttu og fínu, þá er ekkert hérna undir til þess að halda við. Og þegar maður pússar, þá pússast í rauninni bara þar sem rifin eru og hitt ýtist frá. Þannig að það koma bara dældir frá hann rifin. Til þess að gera þetta almennilega, þá þarf að líma þessar 2 plötur saman bara á borðinu. Og ég ætla að gera það núna. Ég ætla að færa þetta frá og síðan nota borðið undir til þess að líma þetta saman. Þegar maður setur þetta svona saman, þá kemur ljós að brúnirnar eru ekki beinar. Þannig að maður þarf að byrja því að taka þær beinar. Það er ósköp einfalt. Við bara nota sléttan pússukubb og rennur honum nokkrum sinnum eftir brúninni. Og þess að þetta er svona stutt, þá er maður enga stund að þessu. Þetta er alveg að koma. Það væri náttúrulega hægt að líma þetta saman og þá væri bara samskeytin full af engu. Það væri bara gött í þeim. Svona. Nú ætlum við að láta þetta fara svona og það er ágætt að byrja því að líma þetta með límbandi. Ég fergi þetta hérna niður rétt á meðan og glæra límbandið þeirri náttúru að límið sem ég nota, það festist eiginlega ekkert við það. Já. Það er líka þeirra náttúru að tínast. Þannig að þetta er ekki. Þannig. Þá er þetta komið. Nú er hægt að opna þetta svona og setja lím hérna inn á milli. Ég nota þetta þykka sekundulím. Bara nóg af því. Svona. Svo þegar þetta leggst niður, þá gubbast náttúrulega lím upp úr og þá er ágætt að hafa hérna tusku eða tissue til þess að þurrka það í burtu og síðan skella á þetta smá kvata. Á meðan þetta liggur hérna niðri, þá er ágætt að fara með sandpapír á samskeytin. Ég renna það svona fram og aftur, sömu átt og trefjarnar í vinum. Því að ef maður fer þvert á trefjarnar svona, þá rífur maður þær upp og þá var þetta ósléttara heldur en fyrir var. Svona. Svo tekur maður límbandið af og smá spark aftur. Aðeins með sandpapírnum. Og nú er þetta orðið slétt. Ef ég hefði pússað þetta ofan á vagnum, þá hefði ég aldrei náð þessu slétt og fína. Nú er best að sækja vanginn aftur og líma þetta á. Nú þarf ég að líma þessa plötu hérna niður og hún þarf að standa örlítið fram af þessu rifi hér. Þannig að það er ágætt að merkja hérna örlítið á til þess að maður viti hvað maður á að fara langt.
Svo á þetta að setjast svona á og þá kemur náttúrulega strax í ljós að þetta er alltof langt hérna, svo að ég merki hér aðeins fram yfir til þess að skera af því. Hérna. Þá get ég rennt á þetta með réttskeið og stytta bara til þæginda. Það er sjálfur sér engin bráð nauðsyn. Svona. Þá er bara að líma og festa þetta niður. Ég set lím hérna á öll 4 rifin og afturbrúnina. Og einnig hérna á framhlutana þessu. Síðan er lítið hak hérna sem að þessi plata fer af. Þannig að svona situr hún fallega á og geta þurrka auka límið í burtu og nota svona 2-3 títuprjóna til þess að halda þess á sínum stað. Rétt að meðan. Svona. Því að, svo ætla ég bara að nota, setja smá farg á þetta hérna. Til að halda því niðri. Það er ekki títuprjón hérna. Svona. Nú held ég að þetta setji bara sæmilega vel. Nú þarf þetta bara að fá að þorna. Þá er skref 30 búið.